Góðan daginn, heyrist eitthvað í mér? Góðan og blessaðan hvíldardaginn og verið velkomin í loftsalinn í dag og svo fallega degi. Og við skulum hefja stundina í Jesú nafnið með því að syngja sálma númer 13. Lofið, lofið. Við skulum syngja meira, sálma númer 146.
Ritningatextinn sem að ræðumaðurinn valdi í dag úr Jóhannararguðspjalli 14, 1-3. Texti sem við þekkjum vel og við skulum rísa á fætur. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séu einnig það sem ég er. Við skulum biðja. Kærleiki Faðir á himnum, þakka þér fyrir þennan fallega hvíldardag sem þú gefur okkur. Þakka þér fyrir að við getum komið hér saman og tilbeðið þig í þínu húsi. Við biðjum þig að vera með okkur hér, vera með ræðumanninum, senda okkur orð frá þér. Biðjum að blessa þennan söfnuð, blessa kirkjunu okkar í heild á Íslandi. Þakka þér fyrir að þú ert alltaf til staðar fyrir okkur. Þakka þér fyrir að þú breytist aldrei þó að við séum brokkgeng og gerum margt sem ekki gott. Og biðjum að fyrirgefa okkur syndir okkar. Viltu blessa okkur og leiða, blessa framtíð kirkjunar á Íslandi og vaka yfir okkur. Vertu sérstaklega með þeim sem eru sjúkir, eiga erfitt á einhvern hátt og eiga erfitt með að komast til kirkju, þó að þeir langi kannski til þess. Drottinn, viltu blessa það sem framfyrir hér á eftir. Og ég fel allt í þína hendur og þakka þér í Jesú nafni. Amen. Amen. Og þá syngjum við sálmi númer 154. Það ekki víst að sé glærur, svo við verðum að nota bækur. 154. Já. Vamos a cantar el himno 154 aquí, porque no hay para la pantalla. Thank you.
svo fallegur sálmur. Yndislega fallegur. Já, hér talað barnshelgun. Það? Hér talað barnshelgun. Ég veit ekki meir. Good morning, everybody. I'm going to call here Sara and Haldora. Yep. And it's going to be the dedication of Haldora today. Við ætlum að helga Halldóru Söru í dag til Guðs. And the dedication is going to be in Portuguese. Og helgunin mun fara fram á portugalsku. So Þannig ég get ekki þýtt á íslensku. it's going to be difficult for you. Það á eftir að vera erfitt fyrir ykkur. It is a great moment in the life of everybody when they have a child. Það er dásamleg stund fyrir alla þegar það eignast barn. And the best moment when we give this child to Jesus. Og það besta tíminn þegar við gefum barni til Jesú. So that's what happening today. It's offering and God is blessing Haldora today. Það er verið að bera barni fram til Guðs og Guð mun blessa hana í dag. So nós estamos aqui hoje e Sara, como mãe, você sabe muito bem que é uma grande responsabilidade. Neste mundo que nós vivemos, a influência de fora das pessoas que não creem em Deus é muito forte sobre os nossos filhos. E a responsabilidade que você está assumindo hoje diante de Deus. Você precisa de ter comunhão com Deus frequentemente, para que ela aprenda também com você a ter comunhão com Deus. Porque as nossas crianças não aprendem se nós não ensiná-las. E muitas vezes nós nos calamos achando que as coisas vão acontecer por elas mesmas. E não acontecem. Uma criança pode ser moldada, pode ser educada ou pelos pais ou pelas pessoas de fora. E a escolha é sua como mãe. Você vai deixar eles lá fora ou você vai assumir a responsabilidade? E é interessante que aqui Jesus ele é muito claro quando ele estava sentado ensinando as pessoas e os pais estavam trazendo as crianças para Jesus. E os discípulos falaram, espere um pouquinho, vocês estão atrapalhando Jesus. E daí Jesus diz o seguinte para eles, para os discípulos, né? Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. E o que acontece é que muitas pessoas podem ser um empecilho para que as crianças cheguem a Jesus. Exatamente, você está entendendo. E os pais podem ser esse empecilho. O hábito de vida, os costumes que os pais têm podem impedir os filhos de irem até Jesus. Como você pode levar essa criança até Jesus? A Bíblia fala lá em Deuteronômio capítulo 6, eu quero ler para você. Deuteronômio capítulo 6, eu vou estar lendo o verso 5 até o verso 9, que diz assim,
Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Diz, falando para você, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estão no seu coração. E tu as inculcarás a Haldora. E diz mais, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, quando que você deve falar de Jesus para ela? Todos os momentos. Andando, assentando, levantando, e continua dizendo mais. Também estas palavras devem estar como sinal ao alcance da tua mão e serão por frontal entre os teus olhos. Como você vai enfeitar a sua casa com a palavra de Deus? Muitas vezes as pessoas colocam coisas dentro de casa que são mundanas, mas aqui nós vemos Deus pedindo para você colocar a palavra dele na tua casa. É uma grande responsabilidade, mas você está dedicando ela a Deus e assumindo essa responsabilidade de dedicá-la ao Senhor nesse momento. Então, nós vamos agora fazer oração de dedicação, por favor. Nós vamos nos ajoelhar aqui. Por favor. Normalmente a gente pega no colo, mas ela não vem. Olha só, irmão. Não, pode deixar assim. Pode deixar assim. Pode deixar assim. Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, nosso grandioso Pai que habita no mais altos céus, este é um momento solene onde Sara, como mãe, está trazendo a sua filhinha, Haldora, para dedicá-la a Ti. E rogar ao Senhor que a abençoe, que ela possa crescer em graça e em estatura diante de Deus e dos homens. Que ela tenha saúde, que ela tenha crescimento espiritual, e o Senhor dê sabedoria a Sara para conduzir a Haldora nos Teus caminhos. Que ela possa falar a todo momento, dentro de casa, fora de casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando, ela possa usar os momentos que tem para falar a Tua palavra, para que Haldora possa conhecer-Te de uma forma completa, e assim quando ela crescer para tomar a decisão por si mesma, ela possa tomar a decisão ao Teu lado. Dá sabedoria a ela, dá sabedoria aos avós também, que estão sempre com ela, para que eles possam, Senhor Deus, aproveitar o momento que o Senhor está dando, para que essa menina possa crescer para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. E nesse momento, Pai, nós a dedicamos em Teu nome, nós a dedicamos a Ti, para que o Senhor abençoe e aguarde que ela cresça feliz, alegre, saudável, e nós fazemos essa dedicação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Pai. Deixa eu pegar minha boca, eu vou contar uma coisa. Pisou lá. Aqui, a florzinha. Aqui. Que Deus abençoe você. Obrigada. Tá? Que Deus abençoe vocês. Vocês também. Til hamingju með þetta, litlu Halldóru. Þá tökum við upp gjafir sem að held í dag renna í safnaðarsjóð.
Kærleysríki Faðir, þakka fyrir þessar gjafir, vildi margfalda þær og blessa og gefa þær koma góðum notum við þitt málefni, til blessa þá sem gefa, í Jesú nafni, amen. Takk. Já, þá Kitty, þú ekki næstur? Gleðilegan hvíldag öllsömmul. Við höfum og erum áfram og verðum áfram þess blessuð að þekkja hann Ossi. We're very blessed of knowing Ossi. Og hann hefur starfað hér mikið starf fyrir söfnuðinn á síðastliðnum árum. He has been working a lot here for this church these late years that have been passing. Og það kannski ekki hægt að þakka það í fullu með orðum. We can't really thank him with words. Og í dag viljum við samt reyna að gera það og þakka honum. But today we want to try to thank him like that. Og núna á eftir þá ætlar hann að tala til okkar. And he's going to speak to us after a while. En fyrir ykkur sem ekki vitið að þá Ossi að flytjast á milli landshluta. Those of you who do not know, Ossi is moving from this area here to another area in Iceland. Þannig að við munum ekki sjá hann eins oft, ég ætla að fá að segja það. So we will not see him as often as before. Og þó að það sé ekki gleðiefni, And even though we're not happy about him leaving, þá skulum við samt samgleðast honum í dag. but we are going to be happy with him and for him. En mér langar bara til þess að biðja Ossi að koma hér upp. Please, Ossi, come up here. Fyrirgefðu. Þakka þér, Ossi. Thank you so much. Thank you, Ossi. Okay, thank you. Thank you. Wow. Ég veit að þið fáðu öll tækifæri til þess að faðma hann og knúsa hann á eftir. You will all get a chance to hug him and greet him afterwards. En mér langar til þess að biðja ykkur að rísa á fætur. I want to ask you to stand up, please. Og mér langar til að við biðjum fyrir Ossi. I want us to pray for him. Kæri himneski Faðir, Dear Father in heaven, við komum saman í dag, we have come here together today, þinn söfnuður, your church, og við viljum þakka þér. and we want to thank you. Þakka þér fyrir alla þá þjónustu sem Ossi hefur veitt söfnuðinum, Thank you for all the service that Ossi has given to the church, alla þær blessanir sem við höfum fengið að njóta, and all these blessings that we have enjoyed. gleðistundir og hvernig hann hefur verið með okkur líka þegar ábjátar. In times of happiness and also in times of trouble. Kæri Faðir, þó að við séum leið að sjá hann flytjast, Even though we are sad to see him move away, þá biðjum við þig að blessa hann í öllu því sem hann tekur sér fyrir hendur. we ask you to bless him in everything that he is going to be doing next weeks and months. Vera með honum og leiða hann ávallt. May you guide him and be with him always. Að við megum sjá hann oft hér May he be here many times. og megum við njóta samvistar með honum May we be with him many times later on, á himnum þegar það kemur. and also in heaven when you return. Já, Guð, við biðjum þig að blessa þjón þinn We want to ask you to bless your servant og vera með honum ávallt. and be with him always. Í Jesú nafni. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Já, við óskum Ósa alls síns besta og Önnu, konunni hans, þarna fyrir austan.
Gangi þeim bara allt í haginn. Og næst syngjum við barnasálmin okkar, 179. Mér skilst að sé einhver með barnasögu. Sonja, gjör svo vel. Krakkar, viljið koma hérna fremst? Jæja, krakka, gaman að sjá okkur hérna. Þið eru nokkuð mörg, það er gaman að sjá. Vitið hver vakti mig í morgun? Who woke me up this morning? Do you know? ¿Quién me despertó esta mañana? Það var lítið fugl. It was a small bird. Era un pajarito. Hafið þið heyrt í fuglana hérna í morgunsárið? Have you heard the birds singing in the mornings now lately? ¿Han escuchado a los pajaritos cantar últimamente? Vitið hvað fuglar sem að syngja svona mótnana? What kind of a bird is singing like that? ¿Qué tipo de pájaro está cantando en las mañanas? Skógarþrösturinn, það er rétt og það er líka annan sem heitir hvað? Se llama skógarþröstur. Svartþrösturinn, það It's er alveg rétt. called skógarþröstur. Svo þetta er bæði þrestir. Á ég segi ykkur svolítið, mér vakti og ég fór út að ganga, en vitið hvað ég sjá þá? And then I went out for a walk, and what do you think I saw there? Yes, Luego salí a caminar, ¿y qué creen que vi ahí? Ég sjá 2 tjaldur I saw 2 tjaldur, which is another type og of þau voru bird. að fljúa saman í alls konar munstri á himninum. Vi 2 pájaros llamados tjaldur y estaban volando así en el aire juntos. Vitið hvernig tjaldur lítur út? Do you know how tjaldur looks like? ¿Sí saben cómo se ve tjaldurinn? Ég ætla að sýna ykkur hérna mynd af tjaldurinn, Mira. sjáu þið? Þetta er Sjáið tjaldur, þið? sjáu þið? Can you see? Sjáu þið fuglinn? ¿Sí lo pueden ver, el pajarito? Og hann er rosalega mikið niðri við sjó. He really likes to be by the seashore. Og á Le ég að gusta segja ykkur mucho svo- el mar. Og ég býr ekki langt frá sjónum, I don't live so far away from the svo ég sea. er ofta að sjá svona tjaldur. Como no vivo lejos del mar, lo veo muy seguido. Ég ætla að segja ykkur samt líka frá öðrum dýrum. Þetta var líka fugl. I'm going to tell you about another bird. Les quiero contar de otro pájaro. Ég veit ekki hvaða fugl það var, I don't know what kind of a bird it en was. þetta gerðist í garði í Mosfellsbæ. This happens in a garden in my town, Mosfellsbær. Esto pasó en un jardín cerca de mi casa. Það fór hérna kona á hverju einustu kvöldi út í garð. There was a lady that went every single evening to her garden. Cada tarde una señora iba a su jardín. Klukkan 7 að kvöldi At 7 o'clock in the evening, a las 7 de la tarde, og hún fór að gefa þeim eitthvað að borða. Hún gaf hann eitthvað að borða. Fuglinum. Já. She gave the bird that she saw there some food. Le dio al pajarito comida, el que estaba ahí. Og
það var búið að líða langan tíman og fuglinn kom alltaf þegar klukkan var 7:00. And the bird would always come every single day at 7 o'clock. El pájaro siempre venía a las 7 en punto. Vitið hvað, einn daginn var konan ekki heima. One day the woman was not at home. Un día la mujer no estaba en casa. Og maðurinn var að vinna inn í bílskúr. And her husband was working in the garage. Su esposo estaba trabajando en el garaje. Og vitið hvað, allt í einu, Suddenly, de repente, þá fann hann á skónum sínum eitthvað sem var að pikka svona á skónum hans. he felt something that was picking on his shoe. Sintió Og hann var að horfa algo, niður. algo que estaba tocando sus zapatos. Y, Og þarna var fuglinn. yeah, and there was the bird. Ahí estaba el pajarito. Og hann fór að kíkja á klukkuna. And he looked at his watch. Og hvað heldur klukkan hefði verið? Hún var 7. It was 7 o'clock. Sama tíma La og konan hora- hefði komið og gefið fuglinum að borða. La hora era las 7, la misma hora que vino siempre la señora a darle de comer al pajarito. It was the same hour as the woman had been giving the bird to eat. Á ég að segja ykkur, Guð á himnunum, hann skapaði fuglunum, það ekki? I want to tell you that God in heaven, he created the birds. Dios en el cielo creó a los pájaros. Hann búinn að skapa ykkur, He created you, a ustedes también los creó. hann veit hvað mörg hár við erum á höfðu okkar. He knows how many hair we have on our head. Él Haldið- sabe cuánto pelo tenemos en nuestra cabeza. Haldið þið að hann hefði gefið líka fuglunum eitthvað vit? Do you think that he also gave the bird some kind of wisdom? ¿Creen que también Dios le dio al pajarito tal vez algún conocimiento y pensamiento? Svo þegar við erum góð við dýr So, if we are kind to the animals, og líka til við fólk, si somos buenos con los animales y con la gente, þá skila það sig. this comes back to us. Eso regresa a nosotros. Og ég vil að þið hugsa það í dag. I want you to think about this today. Höfuð hár ykkar og dýrani fyrir utan hjá okkur. Fuglana, hundana, kettirnir. Að Think Guð about- búinn að skapa alla. Think about your hair today and all the animals, the dogs, the cats and birds, what you see outside. Piensen en su pelo el día de hoy y también en todos los animales que puedan ver el día de hoy, perro, gato y algún pájaro. Og njótið svo dagsins í dag með sól og En- fallet veður. May you enjoy this day, which is a beautiful day. Que disfruten el día, que es un día bello. Gracias. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Sonja, hlaupa svona inni, en þá bara komið predikun og sig, gjörðu svo vel. Once more, good morning. Góðan daginn. Enn og aftur. I didn't hear. Ég heyri ekki ykkur. Góðan daginn. It is better now. Þetta betra núna. And I'm moving from, like you heard, I'm moving from this city, Eins og þið heyrðu þá ég að flytja úr borginni. and I'm going to live. Last time I went there, it was 709 kilometers. Þetta 719 kilometrar í burtu. So it's far away, Þetta langt í burtu. but if you are passing there, I will be there. En ef að þið eru að koma þarna og eigi leið hjá, þá verð ég þar. But the city called Eilstaðir, Bærin kallaður Egilsstaðir. and we are moving there because my wife is from there. Ég að flytja þangað því að kona mín, hún ættuð þaðan And she wants to be there. og hún vill vera þar. So
and I'm going to then I have lived there before, Ég hef búið þar áður and now I'm going back og to nú the er same ég að place. flytja þangað aftur. The text that was read today, Já, þetta biblíuvers sem var lesið í dag, John 14, 1-3, sem er tekið úr Jóhannesi 14, 1-3, there was, Jesus was telling this in a special moment. þá var Jesús að segja þetta á mjög sérstökum tímapunkti. It was the last night before his death. Þetta var kvöldið áður en að hann lét lífið. And the night before his death, he was talking to his disciples, Og þetta kvöld var hann að tala við lærisveina and he told Judas og hann sagði við Júdas that he was going to betray him. að hann myndi svíkja hann. And Judas knew because he was preparing everything for that. Og Júdas vissi það því hann var að undirbúa þetta. And that same night, Jesus said to Peter, Og þetta sama kvöld sagði Jesús við Pétur, Peter, you're going to betray me. Pétur, þú átt eftir að svíkja mig. And Peter said that, of course not, I'm not going to do it, but he did it. Og hann sagði, nei, að sjálfsögðu mun ég ekki gera það, en hann gerði það samt. And just after Jesus said that to Peter, you're going to betray me, Og eftir að Jesús sagði við Pétur að hann myndi afneita honum, he said this that we are going to read again here, John 14, 1-3. þá sagði hann þetta sem við erum að fara að lesa í 14. kapla, versi 1-3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þér að ég færi burt að búa yður stað. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séð einnig þar sem ég er. So in the last night, before Jesus died, Þannig að síðasta kvöldið áður en að Jesús lét lífið, he said, I'm going up to heaven, but I will come back again. hann sagði, ég er að fara til himna, en ég mun koma aftur. And where I am, I want you to be with me. Og þar sem ég er, þar vil ég að þið séð einnig. And through the whole Bible, we find about 2,500 times mentioning the end of time and the return of Jesus. Og í Biblíunni allri sjáum við að það er minnst á endalokin og endur komu Jesú Krist 2500 sinnum. And it's about each 30 verses of the Bible you find this reference of Jesus' return. Each, 30. já, 30. hverju versi er minnst á endurkomu Jesú. So, what a wonderful promise. Hvílíkt dásamlegt loforð. And Jesus said that he was going to prepare a place for us. Og Jesús sagðist ætla að undirbúa stað fyrir okkur. And he said, I will come back to take you with me. Og hann sagði, ég mun koma og sækja ykkur til þess að þið séu hjá mér. And now we are waiting for him to come. Já, og nú erum við að bíða eftir að hann komi. And it is more than, it's about 2,000 years. Nú eru 2000 ár liðin. And some people say he didn't come yet. Og sumir segja að hann er ekki ennþá kominn. And some people even inside the church become, they lose their faith about the coming of Jesus because they say, hey, it's taking a long time. Og meir sé fólk innan kirkjuna missi trúna á það að hann sé fara að koma því að þeir segja að það hefur liðin svo langur tími. But what I want to say to you, and it's there in the Bible, that God is faithful.
En mér langar að segja við ykkur í dag, þessi stendur í Biblíunni, að það að Guð trúfastur. Everything he said, he fulfilled up to today. Allt sem að hann sagði, það hefur uppfyllst fram til dagsins í dag. The only thing that is lacking is his second coming. Það eina sem að vantar núna endurkoma hans. Imagine when Jesus is coming back and you can see him coming. Hugsið ykkur þegar að Jesús að koma aftur og þeir að sjá hann koma niður. Then you open your arms and say, that's my Jesus. Og þá skulið opna augun og segja, þetta minn Jesús. I was waiting for him. Ég var að bíða einmitt eftir honum. If you are waiting for him, Ef þú ert að bíða eftir honum, it's going to be a wonderful day. það mun vera dásamlegur dagur. We can look at his face. Við getum hort í andliti hans. The angels of God are coming Englarnir to að pick koma us and take to him. og þeir að koma og taka okkur til hans. But what can we do today? En hvað getum við gert í dag? If you are expecting Jesus to come, Ef að þú ert að búast við að Jesús komi. let's see here what we must do it. Við skulum sjá hvað við eigum að gera. Philippians 3:20. Við skulum fara í Filipi bréf, 3. kafla og 20. vers. It says like this. Og svona stendur í ritningunni. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. En föðurland vort á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesú Krists. So our citizenship, our city, you are not like Brazilian, Venezuelan, Icelandic, you are from heaven. Þannig að ríkisborgararéttur okkar ekki við erum frá Íslandi, Venezuela eða Brasilíu, við erum frá himnum. Jesus says here, our citizenship is in heaven. Jesús segir að föðurland vort á himni. But what we should do it? Hvað eigum við að gera? We have to eagerly wait for the Savior. Við eigum að vænta frelsarans okkar. What does it mean, eagerly wait for the Savior? Hvað þýðir það að vænta hans? It means that you have very much interest in that. Það þýðir að maður hefur mikinn áhuga á því. That you are waiting all the time for this to happen. Að maður alltaf að bíða eftir að þetta sé að fara að eiga sér stað. You are thinking about that every day. Þú ert að hugsa þetta á hverjum degi. In the Second World War, Í síðari heimsstyrjöldinni, it happened in Warsaw. þá gerðist það í Varsjá. There was a family, a Jew family, Þar var fjölskylda sem voru gyðingar and now it was only the father and the son, a little boy. og nú var bara eftir faðirinn og lítill drengur hans. And they were persecuting because they were Jews. Og þeir voru ofsóttir vegna þess að þeir voru gyðingar. And they put all the Jews together and it was going to take to the prison. Og það var verið að smala öllum gyðingum saman og setja þá í fangelsi. Behind the wall of the city, there was a place where he and his father was always taking care of themselves. Og þeir voru þarna alltaf bak við vegg og voru að hugsa hvern annan. But they took them. En þeir voru teknir líka. And when they're passing close to that place, Og þeir voru að koma nálægt þessum stað sem átti að setja í fangelsi. the father said to him, Þá sagði faðirinn við drenginn, run away, run away, run away. hlauptu, hlauptu. And the boy ran away and he said, I will come back to you. Og drengurinn hljóp og pappin sagði, ég mun koma og sækja þig aftur. And this boy stayed there the whole war alone. Og drengurinn var þarna yfir alla heimstyrjöldina. He was in this place where his father was with him before, and he Omar. never saw his father anymore.
Og hann var bara þarna þar sem að pappans hafði sagt hann að vera og hann sá aldrei pappa sinn aftur. in the spirit of the war, of course, Þetta var yfir stríðið because his father said, I will come back to you. og hann var þarna út af því að pappan sagði, ég mun koma aftur að sækja þig. And what this boy suffered at this place, Og það sem að þessi drengur þjáist mikið þarna á þessum stað. he had to find food by himself. Hann þurfti að finna sjálfur mat. And he had a family that was friend of him, and this family had to move away, and then he was alone. Og þarna var fjölskyldi sem var vinveitt honum en hún þurfti svo að flytja í burtu. In this place where he was, he didn't know about it. It was an attic up where he could sleep and hide sometimes from people that would come. Já, hann var stundum upp á háalofti þar sem hann gat falið sig fyrir fólki sem var að koma hana. One day he was up in the attic, Og þegar hann var þarna uppi, and then came the police and opened the door. og svo kom lögreglan og opnaði dyrnar þar And he just stayed quiet there looking what was happening. og hann lá bara þarna og horfði á hvað var að gerast. And you know that one traitor was coming there and showing something under where the floor was. Og þarna kom svikar og sagði, það var eitthvað undir þessu gólfi hérna. And he was just looking what was happening, but hiding himself. Drengur var bara að horfa á þetta en hann var að fela sig einhvers staðar. So they start to open that place. Og svo byrjuðu þeir að opna gólfið It was a whole family of Jews under there, and he didn't know about it. og þarna var heil fjölskylda, gyðingafjölskylda, en drengurinn hafði ekki vitað þau. And so the traitor pointed there, and the police took all that family. Og svikarinn, hann hafði beint lögreglunni að þessu fólki og það var tekið til fanga. And thanks God he was not taken. En lósi Guði að þá var þessi drengur ekki tekinn. He went down the basement where this family were, Og hann fór niður í kjallara þessi fjölskyldan var. and thanks God he found a lot of food for himself now. Já, og þarna fann hann mikið af mat fyrir sig sem fjölskyldan hafði passað upp á. But unfortunately this family was betrayed. En þessi fjölskylda hafði verið svikin. Once he was looking for food in the city, Svo einu sinni þegar hann var að leita mat í borginni, and there were some boys that was walking around, they start to shout, Jew, Jew, Jew. og þar var einhverju drengir sem sá hann og hrópuðu, gyðingur, gyðingur. So he has to run away. Og þá þurfti hann að hlaupa í burtu. It was a hard time for him, Þetta var mjög erfiði tíma fyrir hann. but he was eagerly waiting for his father to come back. En hann vænti föður síns. What else can we do for Jesus to come back? 2 Peter 3:12. Hvað getum við annað gert til þess að þegar við erum að bíða Jésu, endurkomu Jésu? Annað Pétursbréf, 3:12. 3. kapli, 12. vers. It says like this: looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags, en vegna hans munu himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. It says here that we have to wait and hastening the coming. Hérna stendur að við eigum að vænta og flýta fyrir komu Guðs. How can we hastening something? Hvernig getum við flýtt fyrir einhverju? Hastening something, it's to make it shorter, to come more quickly to you. Að flýta fyrir einhverju því það að eitthvað mun gerast fyrr heldur en maður So, hefði haldið. so if you are waiting for Jesus to come, you have to make it coming of Jesus more quickly to come. Þannig að ef við erum að vænta komu Krist þá þurfum við að flýta fyrir komu hans. How can we do that? Hvernig getum við það? Because sometimes people start to complain, Jesus is taking a long time, he's not coming, and you pray and complain. But the Bible says that we have to hastening his coming. Fólk það kvartar og segir að það bara, við erum búin að bíða allt og lengi eftir að Jesús komi aftur. En við þurfum að biðja og við þurfum líka að flýta fyrir komu hans. I tell you, after, not now.
Ég ætla að segja ykkur það eftir en ekki núna. Okay, let's go to Revelation 22:20. Skulum fara í Åpenbarunarbókina 22:20, 22. kapla, 20. vers. Revelation 22, verse 20 says like this. He who testifies to these things says, surely I am coming quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt. Amen, kom þú, drottin Jesús. And who is testifying these things, the Revelation book, is Jesus himself. Það Jesús sjálfur sem vitnið hér í þessari Åpenbarunarbók. And then he say, I am coming quickly. Og hann segir, ég kem skjótt. And then the end of the verse is a prayer of the Apostle John. Og svo í lokin þá þetta bæn Jóhannesar. Even so, come, Lord Jesus. Kom þú, drottin Jesús. So another thing that we have to do is pray that Jesus will come in our time. Og þetta það sem við þurfum að gera. Við þurfum að biðja til Guðs að hann komi á okkar tímum. Like John says here, come, Lord Jesus. Eins og Jóhannes segir, kom þú, drottin Jesús. If we are expecting Jesus to come every day, En we við erum should pray and ask him to come. Ef við erum að búast við að hann komi á hverjum degi, þá þurfum við að biðja líka að hann komi. And that you show that you have interest. Og þannig sýnir þið að þið hafið áhuga á því. You show that you want him to come. Þá það sýna að þið viljað að hann komi. You show that you don't want to live more in this earth, but live in heaven with him. Og þið þá að sýna að þið viljið ekki lengur búa hér á jörðinni, heldur á himnu með honum. So come, Lord Jesus, should be our prayer in the morning, midday, and the afternoon. Kom, drottin Jesús, þetta á að vera bænin okkar á morgnana, miðjan dag og á kvöldin. Luke 19, Við förum í Lúkasar Guðspjall 19. kapla. we are going to read Luke 19, chapter 19, verse 13. Kapli 19, vers 13. So he called 10 of his servants, delivered to them 10 minas, and said to them, do business till I come. Hann kallaði 10 þjóna sína, seldi þeim í hendur 10 pund og sagði við þá, versli með þetta þangað til ég kem. So Jesus is saying here that we are not calling just to sit in this church here every Sabbath. Jesús að segja að við erum ekki kölluð til þess að sitja bara hér á hverjum hvíldardegi. He said you have to do business. Þið eigið að stunda viðskipti. He gave us the gifts of the Holy Spirit. Hann gaf okkur gjafir andans. And everybody, every one of us has the gift of the Holy Spirit. Og við höfum öll þegið gjöf heilags anda. But it is for us to use it. En hún til þess að við notum hana. Some people, they have many gifts. Sumir eru með margar gjafir Some people has only one gift. og sumir eru bara með eina gjöf. And unfortunately, I have to say to you that the person that has only one gift say, I don't know anything, I cannot do much. Og því miður þá segir oft einstaklingur sem með eina gjöf, ég get ekki gert mikið, ég get ekki hjálpað til. And that's in the parable Jesus said he gave 5 talents to one, 3 talents to another, and 2 talents to another, and 1 to another. And the one that received only 1 talent, he didn't do anything. Og Jesús segir líka dæmisögu mann sem gaf þjónu sínum einum þjóni 5 denara og öðrum, talentur og öðrum 3 og svo öðrum 1, en þessi sem fekk 1, hann bara gróf hann í jörðu og gerði ekkert með hennar. So what are you doing with your talent? Hvað þú að gera með þína talentu? Jesus said, you have to keep busy till he comes. Jesús sagði þú átt að vera vinnusamur þangað til ég kem. Come to church is to worship God. Þegar við komum í kirkju þá það til að tilbiðja Guð. We are here to worship him. Við erum komin hér til að tilbiðja hann.
We are here to praise him. Við erum komin hér til þess að lofa hann, But that's not enough. en það er ekki nóg. You have to be busy. Þú þarft líka að vera vinnusamur. What Jesus is saying here, be busy. Hvað er Jesús að segja hér? Hún er að segja, vertu vinnusamur. Matthew 25, Matteus 25. kapli, verse 13. vers 13. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Bakið því þér vitið ekki daginn né stundina sem sonur Guðs er að koma. Ég bætti þessu við þannig undir endana því er ekki alveg eins í ensku biblíunni eins og íslensku. Yeah. And it says here, Jesus saying, watch out, because Jesus you don't say- know when I'm coming. Jesús segir, vakið því þið vitið ekki hvernig ég er að koma. He is saying, be vigilant, Verið mjög vakandi be aware, og verið meðvituð. don't sleep, Ekki vera sofandi. because you don't know the day, but I will come. Af því að þú veist ekki daginn sem ég kem. And I don't know if you have heard about it, but there is two moments that that is called in the Bible this coming of Jesus. Og ég veit ekki hvort ef við heyrtum það eru tvö tímabil þar sem sagt er að Jesús er að koma. One is silent coming. Fyrst er talað þögglukomuna. It's the close of the door of salvation. Það er verið að loka náðadýrunum. And that time close, nobody else can be saved and nobody else can be lost. Og eftir þetta þá getur enginn frelsast sem er nú þegar frelsaður eða tapað frelsunni sem hefur nú þegar tapað henni. But when then he comes in cloud of heaven, then everything have decided already. Svo þegar hann kemur á skýjum himins þá er búið að ákveða þetta fyrirfram. So today is the day to be aware of that. Þannig að dagurinn í dag er sá dagur sem við höfum að vera meðvituð þetta. We cannot be sleeping spiritually. Við megum ekki vera andlega sofandi. And another thing, it is in 2 Timothy 4:8. Og við förum í 2. Tímóteusar bréf 4:8. It says like this. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. Og nú er mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi. Og ekki einungis mér heldur og öllum sem þráð hafa endurkomu hans. So we have to love his appearing also. Þannig að við þurfum að To love his appearing. þrá endurkomu hans. If you love his appearing, love is something that you do it. Ef að þið þráið eitthvað, þrá er að gera eitthvað. Love is action. Það er verknaður. We do something, like for example, when somebody, if you are married, Segjum sér svo að við séum gift. and like for example, your husband lose the job, Og ef að eiginmaður manns eða eiginkona missir starfið, you stay with him because you love him. þá ertu með þessum einstaklingi af því að þú elskar þennan einstakling. If he loses his house, you stay with him because you love him. Og ef að þessi einstaklingur tapar húsinu sem hann á, ertu þá ekki við hlið hans vegna þess að þú elskar þennan einstakling. If he was a rich man and lost everything, you stay with him because you love him. Ef þetta var ríkur einstaklingur og missir allt, þá er maður samt við hlið hans vegna þess að þú elskar hann. Love is action. Ást er verknaður. So it says here that we have to love Jesus. Og hérna stendur í ensku þýðinguna við að elska endurkoma hans That og if you- það elska til Jésu. If you really love him, you have to do something. Ef þú elskar Jésús, þá þarft þú virkilega að sýna það í verki. It's not enough just saying, I love. Excuse me?
It's not enough to say, I love. You Já, have to do it. það er ekki nóg að segja bara ég elska Jesús. Maður þarf að sýna það í verki. Because love is an action. Því að kærleikur og ást er verknaður. Okay, let's see the attitudes of some people now before Jesus coming. Nú skulum við Or sjá, some people's attitude of, in 2 Peter 3, við skulum fara í annað Pétursbref, 3. kapla og sjá nokkur viðhorf fólks áður en Jesús kemur aftur. 2 Peter chapter 3, you're going to read here verse 3 and 4. Þú maður fara í vers 3 og 4. Knowing this first, that scoffers will come in the last day, walking according to their own lust, and say, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Þetta skulu þér þá fyrst vita að á hinum síðustu dögum munu koma spottarar stjórnast af eigin girndum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitunum komu hans því að frá því feðurnir sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. This is the attitude of some people. Þetta er viðhorf sumra. They become skeptic and they start to scoffer. Þeir byrja að hæðast og þeir byrja að efast. They become to doubt about the second coming of Jesus. Efast það að Jesús sé að fara að koma aftur. And let's see the attitude of Satan now in Revelation 12. Og þetta er líka viðhorf Satans í 12. kapla Åpenbarunarbókarinnar. Revelation 12, we see here verse 12 and verse 17. Við förum í Åpenbarunarbókina 12, 12. vers og svo 17. vers. Therefore rejoice of heaven and you who dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has short time. Fagnið við himnar og þér sem í þeim búið, veisi jörðinni og hafinu, því að djöfullin stígi niður til yðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. So the devil here, Satan, he showed his wrath against the church of God. Hérna sjáu þið að Satan reiðist konunni, þar að segja kirkju Guðs. And when I say that his wrath is against the church of God, I want to say to you, he is not concerned about the people outside of the church because they are in their side. Já, þegar ég segi þetta, ég að útskýra að Satan reiðist kirkju Guðs. Hann ekki svo reiður út í fólki sem fyrir utan vegna þess að þau hvort sem með honum í liði. I'm not judging them because I know that God has people that are saved there too. But I mean, the people that are following Satan, they are outside of the church, and Satan is not worried with them. Og ég ekki að dæma fólk sem ekki í kirkjunu því að Guð á fólk allstaðar, en þarna fyrir utan þá Satan ekki ráða svo mikið á það vegna þess að það í hans liði. But when you decide to follow Jesus, he's going to become behind you and trying to make bad things to you. En þegar þú tekur ákvörðun að fylgja Jesú, þá byrjar hann að eltast við þig og gera þig grikk. And don't forget that Jesus was the one that most suffered in this world because Satan was trying to always be in his steps. Og ekki gleyma því að Jesús var sá sem þjáðist mest í þessum heimi vegna þess að Satan var alltaf eftir honum að gera honum lífið leitt. Matthew 24. Skulum fara í Matthews og Guðspjall 24. kapla. And here we find another attitude of somebody else. Og hérna annað viðhorf sem við sjáum hjá öðru fólki. Verse 48 and 49.
Skulum fara í vers 48 og 49 í Mattheus 24. But that evil servant says in his heart, my master is delaying his coming, and begins to beat his fellow servants and to eat and drink with the drunkards. En ef illur þjónn segir í hjarta sínu, húsmunda mínum dvelst, og hann tekur að berja samþjóna sína og eta og drekka með svellurum. So here we have the evil servant. Hérna höfum við illa þjónin. And this evil servant, he said, the Lord is taking so long time to come. Hann segir, það svo langt þangað, eða húsbónda mínum dvelst. So he started to be aggressive against the brothers of the church. Og þá byrjar hann að vera svona árásagjarn gegn systkinum sínum í kirkjunni. He started to disbelieve in God's word. Hættir að trúa á orð Guðs And he started to do anti-Christian acts toward the fellow brothers. og byrjar að gera andkristna hegðun gegn þeim, börnum Guðs. But what is the attitude of God at this moment? En hvert viðhorf Guðs á þessum tímapunkti? 2 Peter 3:9. Við skulum fara í 2. Péturs bréf 3. kapla og 9. vers. That becomes a little the part of the answer of the first that I said to you. Og þarna kemur svarið við spurningunum sem ég kom með áðan. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ekki drottinn seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir áliti það seinlæti. Heldur hann langlyndur við yður þar að hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. So is the Lord really taking a long time to come? Is delaying his coming? Þannig að hann eitthvað seinn á sér að koma, drottinn? He always knew when he is going to come. God knows everything. Hann Guð veit alveg hvenær hann á að koma. But he is waiting for us. Hann bara að bíða eftir okkur. If somebody, the Holy Spirit is working in the heart of somebody, somebody didn't take the decision, God wait a little bit more for him to take the decision. Og ef heilagur andur að vinna á hjarta einhvers og þessi einstaklingur er ekki búin að taka ákvörðun, þá mun Guð bíða eftir því að hann taki ákvörðun. I don't know how many years you have accepted Jesus, how long. Ég veit ekki hvað þið hafa verið lengi búin að taka við Jesú í ykkar hjarta. But think if he had come before that time, En hugsið ykkur ef hann hefði komið áður en það gerðist. would you be saved? Hefðu þið þá frelsast? So brothers, he's just thinking, he's not lacking, he's not just taking time, delaying his coming, he's just thinking about our salvation. Hann ekkert seitt með fyrirheitið, hann bara að hugsa okkar frelsun. But when the numbers of the saved are complete, he will come. En þegar að tala hennar frelsuður og fullkominn, þá mun hann koma. And what is the attitude of the true Christians? Luke 12. Og ef við förum í 12. kapla Lúkasar, Luke 12, verse 36 and 37. vers 36 og 37. And you yourself be like men who wait for their master, when he will return from the wedding, that when he comes and knocks, they may open to him immediately. Blessed are those servants who the master, when he comes, will find watching. Assuredly, I say to you that he will gird himself and have them sit down to eat, and will come and serve them. Og verðið líkir þjónum bíða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi og þeir geti lokið upp fyrir honum leið og hann kemur og knýr dyra. Sælir eru þeir þjónar sem húsbóndin finnur vakandi hann kemur. Sannarlega segi ég yður, hann mun girða sér belti, láta þá setjast að borði og koma og þjóna þeim. So what is Jesus saying here? Like, for example, the person works for a rich man, very rich man. Hvað Jesus að segja hérna? Hugsum okkur mann sem að vinna fyrir ríkan mann.
And then this rich man said, I'm going to the wedding and I'm coming back. So when I come back, you open the door for me. Og hann segir við þennan þjón, ég að fara í brúðkaup, svo þegar ég kem aftur þá vil ég að þú opni fyrir mér. And you have to be all the time awake and say, the master is coming. Og þið þurfið alltaf að vera vakandi og hugsa með ykkur, herran að koma. And the master comes and knocks the door, the man just there open for him. Og svo þegar hann kemur þá þarf að opna fyrir honum. But imagine if the man say, oh, he's not coming, I'm going to sleep a little bit. En hvað gerist ef menninni bara sopna og segja að það svo langt þangað til hann kemur? And when the master comes, he's sleeping. Og þegar að herran kemur þá eru þeir sofandi. So we have to be always awake about the second coming of Jesus. Þannig að við þurfum alltaf að vera vakandi varðandi endurkomu Jesú. 1 John 3:3. Stum fara í 1. Jóhannesar bréf 3. kapla 1 John chapter 3 verse 3. og 3. vers. And everyone who has this hope of the coming of Jesus, in him purifies himself just as he is pure. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfan sig eins og Kristur hreinn. So we have to be pure. And 1 Corinthians 1:7. Þurfum að vera hrein og við skulum fara í 1. Korintarbréf 1:7. It says here, so that you come short in no gift, Svo að yður bresti ekki neina náðargjöf, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. meðan þér væntið opinberunar drottins vors Jesú Krists. So God gave us a gift, Þannig að þetta gjöf frá Guði and we have to use them. og við þurfum að nota þessa gjöf. So the first coming of Jesus to this earth Þannig að þegar Jesús kom fyrst til þessara jarðar, was the greatest event of the past. þá var þetta merkasti viðburður fortíðar. The second coming of Jesus Og- is the greatest event of the future. Og síðari koma Jesú Krist mun vera hinn mesti viðburður framtíðarinnar. His personal coming to our heart Og þessi persónulega koma hans til hjarta okkar is the greatest event of the present. og það stærsti viðburður nútímans. And Revelation 3:20 says Jesus is knocking at the door of our heart. Og opinberunarbókin segir að Jesús að banka á dyrnar hjá okkur. Hjartadyrnar. Will you open the door of your heart for him? Vilt þú opna hjartadyrnar fyrir honum? Are you awake? Eru þið vakandi? Jesus is always trying to come inside our heart. Jesús alltaf að reyna að koma inn í hjartað okkar. But we have to open our heart. He's not forcing the door. En við þurfum að opna hjarta okkar, hann mun ekki þvinga sér leið inn. Do you want to see Jesus coming? Viljið þið sjá Jesú koma aftur? Do you want to be ready when he's coming? Viljið vera tilbúin þegar hann kemur? There is one last sign that I'm going to read you today. Þá eitt tákn sem ég ætla að lesa fyrir ykkur í dag. And then after this sign, Jesus is coming back. Og eftir þetta tákn mun Jesús koma aftur. Do you know what is the last sign? Vitið hvað síðasta táknið And when this sign complete, Jesus is coming back. Do you remember? Þegar þetta tákn hefur komið fram, þá mun Jesús koma. Do you remember? Matthew 24:14. Mattheus 24:14. Matthew 24:14. That is the last sign before Jesus coming to earth. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Og þetta fagnaðar erindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. That's the last sign. Þetta síðasta táknið.
preach the gospel through all the world. Það þarf að predika fagnaðarerindið allan heim. And I'm going to ask you one question now. Why didn't Jesus come yet? Og mér langar að spyrja ykkur, af hverju hefur Jesús ekki komið enn? Because this gospel is not yet preached to all the world. Út af því að það ekki búið að predika þetta fagnaðarerindi allan heiminn. And then I ask you another question. Og svo langar mér að spyrja ykkur annara spurningar. Who is in charge of preaching the gospel? Hverjum hefur verið falið það að predika fagnaðarerindið? Who is in charge? We. Við eigum að gera það. God doesn't have anybody else here but myself and you to preach the gospel. Og Guð ekki með neitt annan en mig og þig til að predika fagnaðarerindið. And then people are complaining, he's delayed, he's not coming, but we are not doing the job. Og svo kvörtum við og segjum, honum tefst, en við erum ekki að gera vinnun okkar. How can you complain about God if you are not doing your part? Hvernig getur þú kvartað undan Guði ef þú ert ekki að sinna því sem þú átt að vera að sinna? We have to use the gift. We have to preach the gospel. Þurfum að nota gjöfina sem við fengið og við verðum að predika fagnaðarerindið. And do you know how many of this earth will be saved? Og hversu margir munu frelsast af þessari jörð? Do you know how many of this earth will be saved? Vitið þið hvað margir munu frelsast? I'm going to read to you. Ég ætla að lesa það fyrir ykkur. Zacharias Fyrir í Sakarías 13. 13. kapla. And we are reading verse 8 and 9. Við erum að lesa vers 8 og 9. It says like this. And it shall come to pass in all the land, says the Lord, that 2/3 in it shall be cut off and die, but 1/3 shall be left in it. I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as a silver is refined, and test them as a gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people, and each one will say, the Lord is my God. Og svo skal fara í gjörfullu landinu, segir drottinn, að 2 hluti landsfólksins skulu upprættir verða og gefa upp öndina, en 3/4 þess eftir verða. En þennan 3/4 læt ég í eld og bræði þá eins og silfuru brætt og hreinsa þá eins og gull hreinsað. Hann mun ákalla nafn mitt og ég mun bænira hann og ég mun segja, þetta minn líður. Og hann mun segja, Drottinn Guð minn. How many of the earth will be saved? Hvað munu margir á þessari jörð frelsast? 1/3 will be 1/3 saved. hluti. 1/3 will be saved. From the whole habitant, from the beginning, from Adam to the end. Alveg frá It's not third upphafi. part of people now. It's from the whole habitants of the earth, 1/3 will be saved. 1/3 af öllum þeir sem hafa verið uppi frá upphafi, frá Adam og fram til okkar dags og í framtíðina. It's many people. Þetta margir. It makes sense when you look to how many of the angels lost. Hvað margir englar sem fórust með Satan? How many? Hvað margir? 2/3 was lost. Was it? Voru það 2/3? How many were they lost? Hvað margir? Let's read in the Bible. Skulum fara í Biblíuna og finna það. Revelations 12:4. Förum í Opinberuna 12. kapla og 4. vers. It says like this. His tail drew 1/3 of stars of heaven Með halanum dró hann 3 hlutan af stjörnum himinsins and threw them to the earth. og varpaði þeim ofan á jörðina. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour the child as soon as it was. Drekinn stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barn hennar þá hún hafði fætt. So it makes sense like the 1/3 of the earth will be saved because 1/3 of heaven. Þannig að þetta rökrétt að 1/3 muni frelsast hér vegna þess að 1/3 tapaðist á himni. Do you want to be part of it? Vil ég vera hluti af þessum 1/3?
God bless you. Megi Guð blessa Prepare ykkur because he is coming. og undirbúa I ykkur believe so much on that. því að hann að And koma I aftur. want to be ready. Ég trúi svo mikið á það og ég vil vera tilbúin. And I follow what Jesus says in Revelation 22:2. I pray that he comes every day. Og ég fer eftir því sem stendur í opinberabókinni 22. kapla. Ég bið fyrir því að hann komi á hverjum degi. And I pray for my family salvation. Og ég bið fyrir fjölskyldunum minni svo að þau I frelst. pray for my church salvation. Ég bið fyrir frelsun kirkjuna minnar. And God bless you because I want you to be saved too. Og ég bið að Guð blessi ykkur því ég vil að þið frelsist öll. Amen. Amen. Takkum Ósa kærlega fyrir góðu orð og við skulum syngja sálmin númer 238. Before my final prayer, Áður en ég bið til loka bænarinnar, remember the boy that Warsaw, munið eftir drengnum sem að bjó í Varsjá after the war finished, eftir að stríðinu lauk. he was there at the same place. Það var hann ennþá. Then he heard a voice Þar sem hann stóð á sama stað og áður og þá heyrði hann rödd calling his name. og það var einhver sem kallaði nafn hans. And he turned back. Hann sneri sér við It was og þarna var pappans. his father survived all the war and went behind him, and he was there waiting for his father. Og þessi pappi hans, hann lifði stríðið af og komst tilbaka. That happened in Warsaw, Þetta gerist í Varsjá. and the coming of Jesus can happen here, and we have to be waiting for him. Og
And when he calls your name, you have to be ready. Og Jésús hann fer að koma og þegar hann kemur þá mun hann kalla nafn okkar. Við þurfum að vera tilbúin. Heavenly Father, which art in heaven, Himneski Faðir sem ert á himnum, we are waiting for you. við erum að bíða eftir þér. We want to see you come in the clouds of heaven to take us home. Við viljum sjá þig koma í skýjum himins til að sækja okkur heim. And I ask you to bless each one of us that are here today. Viltu blessa eitt og sér hvert okkar sem eru hér í dag? I ask you to enter within our hearts Vilt þú koma inn í hjarta okkar and live within us og búa hér innra með okkur? and make us ready for your coming. Og viltu hjálpa okkur, undirbúa okkur fyrir komið þína? Because we want to live with you forever. Af því að við viljum búa með þér alla eilífð. I pray in Jesus' name, Ég bið amen. í Jesú nafni. Amen.